við rifjum upp að mælingar á miðsækni, þá erum við að finna einhverja mælingu þar sem við getum svara spurningum hvernig dæmigerður einstaklingur er í gagnasefni. Einstaklingur, eða það getur verið einhver aðra reyninga, það þarf ekki að vera einstaklingur, það getur verið afbrot, eða við erum með upplýsingar afbrot, það getur verið sveitafélag, en í flest dæmin í vetur verða einstaklinga. Við erum með 3 mælingar á miðsækni, við erum búin að fjalla tíðastagildi, mót, nú ætlum við að fjalla miðgildi, median. Miðgildi, markmiðið er að nemendur geti þekkt miðgildi, geti fundið miðgildi í gögnum eða reiknað út. Það er markmiðið að nemendur þekki kosti og galla miðgildis og viti hvenær við hæfi að finna miðgildi. Það sé ágætt að taka dæmi til þess að skilja hvað miðgildi er. Segjum að við séum að sambýli og við erum að skráum hjá okkur hversu fjölmenn, hvað er margir sem búa á nokkrum sambýlum. Og 14, 7, 8, 11, 3, það eru 3, það eru 8 og 19. Til þess að finna miðgildið, sem er þá mæling á einhver svona dæmigerðu stærð á sambýli, þá þurfum við að taka allar þessar mælingar og raða þeim frá þeirri minnstu til þess stærsta. 3, 3 komið, 3, 3 komið, næst er 7, svo er 8, tvisvar og við erum með 11, við erum með 14 og við erum með 19. Ég gleymdi einu sambýlinu sem eru 25. Við erum búin að gera grein fyrir 11, við erum búin að gera grein fyrir 14, 19, 25. Það þarf að passa sig þegar maður, sérstaklega þegar þessi mælingar eru mjög margar, að maður gerir örugglega grein fyrir öllum og engri mælingu oftar en einu sinni. Þannig að 3 kemur hérna tvisvar fyrir. Þannig að þið finnið einhverja leið til þess að fylgjast vel með þessu. Það er að setja það upp í formúlu hvernig við finnum miðgildið, og það eru 2 leiðir. Það fer annars vegar eftir því hvort við séum með sléttatölu eða oddatölu fjölda mælinga. Hérna erum við með 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fjöldi mælinga er oft á 9. Og ég ætla að sýna ykkur eitt, þetta er fyrsta, þetta er annað, þetta er þriðja, þetta er fjórða, þetta er fimmta, þetta er sjötta, þetta er sjöunda, þetta er áttunda, þetta er níunda. Þetta er 9. mælingin. Þetta er, þegar við erum með oddatölu fjölda mælinga, þá segjum við n plus 1 deilt með 2, þá gefur okkur það sæti sem að miðgildi er. Og miðgildi er það gildi sem er akkurat, eða nákvæmlega í miðjunni á dreifingunni. 9 plus 1 deilt með 2 eru 10 deilt með 2 jafnt á 5. Þá er það 5. sætið, það tölugildi sem er í 5. sæti er miðgildið. Það er 1, 2, 3, 4, 5. sæti. Þetta er miðgildi þessara mælinga. Þetta er það sæti sem er akkurat í miðjunni. Ef við erum með ójafna fjölda mælinga, segjum við sem 35 manna sambýli, við erum með 39 manna sambýli, 43 manna og 87 manna sambýli, þá er það tölugildi sem er mitt á milli þessara tveggja sem eru í miðjunni. Við sjáum að þessi 2 hérna, n er jafnt á 4, þá er það mitt á milli
þessari tveggja talna. Þannig að við þá tökum við 39 pluss 43 deilt með 2. Þetta eru 82 deilt með 2 sem er aftur 41. Miðgildi er aftur 41. Þannig að það er ekkert gildi sem er akkurat eins og miðgildið. Það þarf ekki að vera þegar við erum með jafnafjölda eininga. Við erum að passa okkur að ruglast ekki á hvort að við séum að tala um sætisnúmer eða mælinguna sjálfa. Þetta er fámennasta sambýlið í þessum hópi, 4 sambýla. Þetta er annað fámennasta, þetta er 3. og þetta er fjölmennasta, 4. sæti. Þannig að formúlan sem við tölum um áðan, n pluss 1 deilt með 2, þegar n er oddatala, það er til þess að finna það sæti, þetta er hérna fyrir dæmið áðan, það er til þess að finna sætisnúmerið sem að inniheldur miðgildið. Hérna erum við að taka meðaltalið af þeim 2 gildum sem er í miðjunni. Þessu er lýst ágætlega á blaðsíðu 67. Þá er sagt byrja á því að raða mælingum frá þeirri lægstu til hæstu. Já. Setti nýtt blað en glemdi að þurrka þetta út. 2 telja fjölda mælinga. Til þess að ákvarða, það er aldeilis glæsileg skrift, og ef n er oddatala, ef n er 3, 5, 7, 9 og svo framvegis, þá erum við með 3. hérna, þá er miðgildi miðjumælingin. Það mæligildi sem er akkurat í miðjunni. Miðjugildi eða miðgildi. Og við getum sett það fram almennt að það er n pluss 1 deilt með 2 er í átt og sætisnúmer, það sem miðgildið er. Ef n er sléttala, þá er 3. liðurinn miðgildi er miðja vegu milli
þeirra tveggja mælinga sem eru í miðjunni. Þannig að þá finnum við finnum þau tvær mælingar sem eru í miðjunni, leggjum þau saman og deilum með 2. Þá erum við komin með miðgildið. Já, kosti og galla miðgildis. Helsti kosturinn við miðgildi það er mjög auðvelt að skilja miðgildið. Það er mjög auðvelt að sjá fyrir sér að þú raðar mælingum frá þeirri lægstu til þeirrar hæstu mælingarinnar. Þá bara miðgildi er það gildi sem er akkurat í miðjunni. Ef að hæsta gildið, segjum að það hækki mjög mikið, segjum til dæmis að við séum með 7, 11, 15, þá þetta er miðgildið í þessum 3 mælingum, 11. Ef að hæsta gildið, segjum að það hækki skyndilega, það hækkar upp í 150, þá miðgildið breytist ekki. Meðaltalið í næstu upptöku, þá sjáum við hvernig við reiknum meðaltal, meðaltalið myndi hækka verulega. Þannig að það er kostur miðgildisins að vera ekki undir áhrifum frá mjög háum eða mjög lágum gildum. Gallanir, það þykir stundum galli að þurfa að taka gildin og raða þeim upp. Það er minni galli núna þegar við erum komin með öfluga tölvur sem gera þetta fyrir okkur. Fyrr þegar við gerum til höndunum þá var náttúrulega mjög mikil vinna þegar við erum með mjög stór gögn að raða öllum gildum. Strangt tekið þá byggir miðgildið ekki, miðgildið byggir eiginlega bara á einni mælingu, þessi miðjunni. Þannig að það þykir vera galli í sumum. Þegar við tökum þessar hugmyndir og úrvinnslu með miðgildin lengra, þá þykir það galli að miðgildi byggi bara á einu tölugildi. Bara á staðsetningu í röð en ekki á þeim gildum sem eru í kringu það. Þannig að meðan á sumum finnst að vera, í sumum samhengi er að kostur að miðgildi sé ekki undir áhrifum frá mjög háum eða mjög lágum gildum, þá þykir það stundum líka að vera galli. Og það er líka galli að það er mjög lítil algebra sem hægt að beita á miðgildið. Við getum ekki tekið 2 miðgildi og lagt þau saman eitthvað slíkt. Og miðgildið er miklu viðkvæmar fyrir flökt í úrtaki. Ef þú ert með lítið úrtak, þá flökt og tökum annað úrtak og þá breytist miðgildið mjög mikið, miklu meira heldur en meðaltalið. Þannig að ef þú ert með lítið úrtak, þá getur vel verið að miðgildið sé ekkert sérstaklega stöðugt. Þetta eru svona helstu kostir og gallar miðgildis.